Nú erum við að tala um tölu báðum megin við 0. Hér er ég búinn að setja lítinn talnalínubút. Talnalínar eru auðvitað óendanlega í báðar áttir, sem þýðir að hún endar ekkert endilega á -7 vinstra megin og 7 hægra megin. En í miðjunni sjáum við að hérna er 0. 0 er hlutlaus tala sem er hvorki plús eða jákvæð tala eða neikvæð tala. Hérna megin á talnalínu eru sérst jákvæðu tölunar og hinum megin eru neikvæðu tölunar. Neikvæðu tölur eru með mínus fyrir framan. Þegar við erum að reikna svona dæmi þar sem við erum að fara sitt hvoru megin við 0 er mjög gott að nota talnalínuna. Til dæmis ef ég myndi vera að reikna eitthvað svona dæmi. 3 mínus 7. Þá er ágætt fyrir mig að staðsetja bara ok, ég er í 3, síðan dreg ég 7 frá því. Ef ég staðset mig núna hérna í 3 og ég er að draga frá 7, þá er ég í raun og veru að hoppa í þessa átt 7 skref. 1 skref, 2 skref, 3 skref, 4 skref, 5, 6 og 7. Þannig að ég enda hérna í -4. Þannig að svarið við þessu verður -4. Það er oft gott líka bara að ímynda sér hitamæli. Það hafa flestir séð hitamæli svona á gluggum og eitthvað slíkt. En ef við notum hana til að reikna til dæmis annað dæmi sem er -1, -3. Þá sjáum við að hérna erum við stödd núna í -1 og við erum að lækka þetta 3, sérst að fara til vinstri niður eftir talnalínu með 1 skref, 2 skref og 3 skref. Þannig að við endum hérna í -4. Þannig að svarið er aftur -4. Svo er hægt að, mikilvægt er að þegar við förum eftir talnalínu þá erum við ekki endilega að telja bilin á milli. Við erum að telja hversu mörg hoppit eru á milli sem sagt merkingana. Ef ég fer úr 0 hér 3, þá verði ég að hoppa svona á 1 fyrst, 2, svo 3. Við teljum ekki staðinn sem við erum á sem 1 hopp. Ef ég ætlaði til dæmis að reikna þetta hérna dæmi, 5 mínus 7, þá sé ég er staddur í 5 hérna, þá tel ég ekki 5 sem 1 og síðan 4 sem 2, 3 og 4, heldur byrja ég að hoppa í áttina strax að 4. Þetta er 1 hopp, 2 hopp, 3 hopp, 4 hopp, 5 hopp, 6 hopp, 7 hopp. Þá enda ég hér og svarið verður þá -2.